Þetta efni sem ég með, þetta nú mikið byggt á samtalinu fræga við Abdul Baha, þarna Some Answered Questions, og þar talar hann mikið líkamann og sálina, og hann segir að alveg eins og sólin uppspretta lífsins á jörðinni, þá sálin uppspretta lífs í líkamanum. Líkaminn sem hann í Bahá'í-trúnni nefndur mustri mannsins eins og spegill, sálin eins og sólin, og eiginleikar hugans, allt sem að við hugsum, segjum, gerum, það eru geislarnir sem koma frá sálinni eða frá sólinni. Skítið sól og sál eru náskyld orð í ýmsum málum. Nú, það hugsanlegt að geislarnir hætti að falla á að geislarnir frá sálinni sem andi mannsins, mannsandinn. Það að segja, sálin eins og sólin, geislarnir frá sólinni eða frá sálinni eiginleikar hugans. Allt sem við sjáum, heyrum og gerum. Og sálin ekki inni í líkamanum og hún ekki utan við hann heldur, hún á öðru sviði. Það hugsanlegt að geislarnir hætti að falla á spegilinn, sem líkaminn, til dæmis við veikindi eða dauða, en geislarnir tilheyra sálinni. Þannig að sólin uppspretta lífs á jörðinni og sálin uppspretta lífs í líkamanum. Sálin samræmandi afl, segir Abdul Baha. Það segja, allir limir og líffæri líkamans innbyrðis tengdir og samhæfðir. Sérhver hluti líkamans, sérhvert líffæri, sérhver limur forsenda allra annarra hluta líkamans og gegnir sínu eigin hlutverki. Sálin sem sagt allt samræmandi afl. Hún sameinar alla þessa hluta líkamans til þess að sérhver geti gegnt sínu hlutverki af fullkomni reglu og skipulagi. Og ef þetta afl nær ekki, sem stjórnar allri starfsemi líkamans, nær ekki til hans, þá hættir hann að starfa með eðlilegum hætti. Og þetta afl sálarinnar ekki hægt að sjá eða greina með neinum hætti í líkamanum sjálfum, í hinum efnislega líkama. Veruleiki hans óþekktur, en áhrifin birtast í líkamanum með mjög áþreifanlegum hætti. Þannig að líkaminn eins konar móttökustöð fyrir aflið sem streymir frá sálinni. Þegar við sjáum til dæmis eitthvað í kringum okkur, hluti, fólk, náttúruna, þá það sálin sem sér. Augað milliliður. Það milliliður milli þess sem við sjáum og sálarinn sjálfar. Og því sama gildir öll skilningarvitin. Þá komum við að meðvitundinni, sem vísindamenn hafa sagt að sé mesta ráðgáta vísindanna. Abdul Baha talar tvenns konar þekkingu, það að segja mannlega þekkingu. Mannleg þekking tvenns konar, það að segja hún efnisleg, þar sem líkaminn skynjar og sér, og hún andleg, það að segja hún hlutstæð og áþreifanleg, og hún huglæg og felst í veruleika meðvitundarinnar sem ekki áþreifanlegur veruleiki og hefur á sér hvorki stað eða form.
í sjálfu sér. Þannig að hugðarafl er ekki skynræns eðlis, við skynjum það ekki með skilningarvitunum. Og mannlegar eigindir og eiginleikar eru huglags og andlegs eðlis. Tökum dæmi ástina. Ástin er huglægur veruleiki, hún er ekki hlustað, hún er ekki skynjanleg með skilningarvitum líkamans. Augað sér hann ekki og lyktin nemur hann ekki, tungan finnur ekki bragð á honum, snertingin skynjar hann ekki. Náttúran er skynræns eðlis en ekki huglags, en mannsandinn er huglægur veruleiki. Mannsheilinn er hér í hlutverki móttökustöðvar, eins og allt annað sem líkamann viðkemur. Og það er andi mannsins, þetta afl sem berst frá sálinni, sem aðgreinir manninn frá dýrinu. Og Abdul-Baha, stundum það er að gera sig grein fyrir í Bahir-ritunum hver er munur á anda og sál og huga. En Abdul-Baha útskýrir að mannsandinn og sálinn, hinn skilningjata sál, tákna eitt og hið sama. Og þessi andi sem berst á sálinni, þetta afl sem berst á sálinni, uppgötar allan veruleika, allan efnislegan veruleika og verður meðvitaður eiginleika hans og áhrif. En mannsandinn getur ekki kynnst guðdómlegu leyndardómum, segir Abdul-Baha, og himneskum veruleika nema að njóta aðstoðar anda trúarinnar. Sem sagt, hann er eins og spegill sem þarf að ljósa halda þó hann sé hreinn og bjartur og hann getur ekki uppgötvað hérna guðlegu leyndardóma fyrir að sólargeislinn fellur á hann. Þá kom við svona skildu en öðru efni samt, það er tilgangurinn með sköpuninni. Og Baha'u'lláh segir það skýrt og greinilega tilgangurinn með sköpun mannsins hefur verið og verður ættis á að gera honum kleift að þekkja skapara sinn og komast í návist hans. Og þessu æðsta takmarki bera allar himneskar bækur og guðleg opinberuð og þungvæg ritningarorð vitni. Efnishyggjan er tengd þessum efnislega veruleika sem við lifum í. Þess að maðurinn er líkamleg vera, annars vegar, með líkamlega þarfir og allar hans tilhneigingar má skýra á efnislegum forsendum. Hann er, það sem þið sjáðu í myndinni, það er faratækið. Líkaminn er faratækið sálarinnar. Líkaminn hefur gildi í sjálfu sér sem faratæki í þessum heimi, en hann er bundinn við þennan heim og lýtur hans lögmálum fullkomlega. En Bahá'í-trúin skýrir þetta aðra lund. Maðurinn er andleg vera með andlega þarfir. Hann er, það er að segja, sál hans er stjórnandi þessa faratækis sem er líkaminn. Og líkaminn er ekkert í sjálfu sér, þannig. Ég meina, hann gegnir mjög mikilvægu hlutverki á þessu sviði, en við vitum það við sem höfum séð andvana fólk að líkaminn er bara hulstur. Og það sem að nærir hann, lífgar hann upp og hreyfir hann, það er sálin. Sem sagt, sálin er tengd líkamanum eins og fræ sem er plantað í jörð. Fræið þroskast þar einhvern tíma, eins og vex upp úr jarðveginum.
Þroski sálarinnar líkamann er fyrsta skrif á þroskabraut sálarinnar. Þegar fræið býr yfir öllum eiginleikum þess sem upp á því sprettur. Þegar við getnað verða til allir eiginleikar einstaklingsins, en þeir eru þar eins og fræ sem á eftir að þroskast, en eiginleikarnir eru þar þegar til staðar. Eins og lirfan sem þroskaði þangað til hún að fullorðnum fiðrildi og brýst út úr púpunni. Boðberi Guðs kom í tvenns konar tilgangi. Í fyrsta lagi til að kalla menn til sannleiks ástar, umburðarlyndis, vináttu, einlægni og svo framvegis. Og markmiðið með opinberun þeirra er að uppfræða alla menn til þess að þeir geti á dauðastundinni stigið upp í fullkomnum hreinleika og heilagleika og í algjöru andlegri lausn til ásættis hins hæsta. Við þurfum aðeins nánar hitt á eftir. Þeir koma til þess að búa sál mannsins undir næsta líf, sem er raunverulega líf. Og þá segir Baha'u'lláh að menn eigi að standa sjálfum til reikningsskap á hverjum degi áður en þeir verða krafin skilagreinar, því að fyrirvaralaust mun dauðinn koma og við verðum köllum til að standa reikningsskil gerða okkar. Ég ætla aðeins að tala nærdauðareynslu, sem að tengist þessu dálítið mikið. Og þetta er frægur læknir sem fjallaði mikið þessa reynslu. Ég skrifaði bók sem heitir Lífið eftir lífið og við talaðum algenga reynslu þeirra sem hafa dáið klínískum dauða. Og þessar athuganir hans og rannsóknir þær hafa verið margsinnis staðfestar á síðustu árum og áratugum. Fjölda einstaklinga á öllum menningarsvæðum. Sem sagt, menn heyra hljóð, þeir finna til friðar og vellíðunar, þeir eru utan líkamans, þess að sálin er laus við þetta hulstur sem hún hefur búið í. Men þannig farið gegnum göng, þetta er nú misjafnt, sumir gera það ekki, þeir hafa tilfinningum að þeir stígi upp á við, þeir sjá látið fólk, ættingja og vini, hitta andlega verur, sjá allt sitt líf í einni sjónhending og skilja tilgang þess. Og það sem er merkilegt við þessa reynslu hjá langflestum er að þeir vilja ekki snúa aftur. Því þeir hafa fundist í slíkar ástar og friðar að þeir vilja ekki fara aftur til þessa heims. Og Moody lýsir þessari nærdauðareynslu þannig, hann segir maður er að deyja, þetta er svona almenn samantekt af þessi reynslu sem marga einstaklingar hafa haft sem hann hefur rannsakað. Maður er að deyja, líkamlegt líf vanlíðan hans nær hámarki, þá heyrir hann einhvern lýsa því yfir hann sé látinn, hann heyrir hávaða, mikinn í hringingu eða suð, þetta er mjög algengt. Ég sé það á YouTube Baha'ja sem hafi lýst þessu nákvæmlega svona. Baha'ja sem hefur gengið gegnum þessa reynslu. Honum finnst hann hreyfast í gegnum göng og verður þess var að hann er staddur utan líkamans, sér líkama sinn fjarlægð yfirleitt að ofan, eins og áhorfandi og horfir á lífgunartilraunir og er í tilfinningalegu uppnámi. Hann venst ástandi sínu, hann skynjar að líkami hans er annars eðlis en jarneski líkami, þetta er sálin, hans sál, sem er komin þarna í annan veruleika, þetta er annar veruleiki, önnur vídd. Það eru margir kringum hann, framlíðir ættingjar og vinir, hann sér undursamlega ljósveru sem spyr hann spurninga án ásakana og tilgangurinn er að hjálpa hann að skilja það sem hefur komið fyrir hann á lífsleiðinni.
Honum finnst hann sér nálgast landamæri þessa lífs og hins næsta, skynjar að hans tími ekki kominn og hann verður snúið tilbaka. Og hann streitist á móti því hann gagntekinn fögnuði ást og friði, sameinast síðan aftur sínum jarðneska líkama. Moody greinir reynsluna og það sammála mörgum öðrum sem hafa rannsakað þessi mál og talað við þessa einstaklingar sem hafa haft þessa reynslu. Og það kemur ljós að engin tveir einstaklingar hafa sömu reynslu. Engin einn einstaklingur upplifir alla þættirnar, reynslan verður skýrar eftir sem lengra líður. Þeir sem höfðu verið lengst fyrir dánir áttu erfiðast með að koma tilbaka. En til voru líka margir sem höfðu dáið klínískum dauða en ekki upplifað nokkuð skapaðan hlut. Og það að segir Moody að þessar flestar hrásinir eru jákvæðar getur þýtt að sumir sem ekki upplifðu ljósa hamingju á dauðastundina hafa ekki viljað tala reynsluna. Og þarna til dæmis stúlka ung sem að varð fyrir þessa reynslu og segir og lýsir henni skynjar þannig að fólk þekkti ömmu sína, stelpu sem hafði kynnst í skólanum, vini, lýsir þetta sem dásamlegri reynslu. Og Baha'u'lláh segir, varðandi það spurningu hvort sálirnar muni þekkja hver aðra í andlega heiminum, þetta óyggjandi staðreynd því ríki Guðs er veröld sína. Það er að segja, allt það sýnilegt. Það sem henni huldi veruleiki kemur í ljós. Hversu miklu fremur munu þá ekki þekkja þær sálir, munu þá ekki þær sálir sem maðurinn þekkir vel birtast þar. Það fer fram svona endurmat á þessu stigi. Sálin spurði hvað hefur þú að sýna mig, hvað hefur gert úr þínu lífi? Og Baha'u'lláh segir að þessi ljóst og auðsagt að allir menn muni eftir líkamlega dauðan gera sér grein fyrir gildi gerða sinna að skilja hvað hendur þeirra hafa gert. Heimurinn fyrir handan er jafn ólíkur þessum heim og þessi heimur er ólíkur heimur barnsins, þetta er orð Baha'u'lláh, meðan það er ennþá í móðurkviði. Jarðneska lífið þroskaði litni mannsins í þessari jarðnesku veröld má líkja við starf rótanna í dimmum og misjafnlega erfiðum jarðvegi. Mér finnst það mjög fallið sem Adib Taher sagði einu sinni á fundi sumarskóla á Íslandi fyrir fjölda mörgum árum. Við erum eins og fræ sem að þroskast í moldinni, skjóta út öngum, grafa sig í gegnum möldina, reyna að finna næringu, teyga í sig vatn og þá næringu sem fyrir er í þessum erfiða, dimma og þrönga jarðvegi. Þessi anga starfa linnulaust að fæða öflun til þess að blómið sem vex í sólskinu ofan jörðu. Og Adib líkti blóminu, eða segir, við erum í jarðveginum og eftir dauða líkamans sjáum við hverju þetta starf hefur komið til leiðar. Þá sjáum við ávistana, blómið eða tré eða hvað það er. En ræturnar sjá ekki hvað allt þetta starf og erfiði komið til leiðar, en í rauninni eru þeir að skapa fallegt blóm, tré eða eitthvað slíkt sem nýtur hita og birtu sólarinnar í þessari veröld sem kemur. Og á sama hátt ber þroskaðilegni sálarinnar í þessu lífi ávöxt sem verður fyrst sýnilegur í næstu veröld. Nú fari maðurinn þjáður hérna vegna misgerða sinna, þá þjáist hann þar líka, segir Moody. Baha'u'lláh segir að sálin trú Guði endurvarpar ljósi hans og mun að lokum snúa til hans aftur.
Svo voru þarna einhver einstaklingar sem lýsti einhvern skuggaheimi sem þær komu í við þennan á þessari klínísku dauðastund. Og mér finnst merkilegt að sjá sko, þessi sálur gátu ekki þroskast við dauðann vegna þess að þær höfðu skilið sinn guð eftir í þessari veru. Baha'u'lláh talar attachment, það er bindingu við þennan heim sem maðurinn verður að losa sig við, bindingu við efnið, við eignir sínar, við það sem honum svo kært í þessari veröld. Og skilja það eftir, vegna þess að hann nýtur þess ekki í næstu veru. Og þessar sálir sem voru þessar skuggaveröld sem sumir lýstu mjög rækilegum, frekar skuggalegum hætti, þær eru skilið sinn guð eftir þessum heimi og vildu komast til hans aftur. Nú, áformið með komu spámannanna í boðbara Guðs í því fólkið að uppfræða alla menn svo þau megi á dauðastundinni stíga upp í fullkomnustu hreinleika, lausi við alla jarðneska bindingu og í algjöru andlegri lust til hásættisins hæsta. Er ykkur rétt pendið þarna? Nei. Gerðir mannsins gleymast ekki, segir Baha'u'lláh. Haldið ekki að þær gerðir sem þér hafið drýgt séu afmáðar fyrir augliti mínu, allar gerðir yðar hefur penni minn ritað djúpu letri á krísolíttöflur. Krísolít mjög hart efni og afmáist ekki nema á mjög löngum tíma, skilst mér. Maðurinn gerir sér grein fyrir því eftir líkamlegan dauðann, eftir dauða líkamans, fyrir gildi gerðir sinna og skilur hvað hendur hans hafa gert. Þá kom við að öðru sem dálítið mikilvægt að skilja finnst mér persónulega, eða lífsálnað dauðann, vegna þess að spámennirnir í boðbara Guðs, opinberunirnir, þeir hafa á ýmsum tímum notað margs konar aðferðir við að útskýra hvað bíður mannsins eftir dauðann. Og til þess að útskýra eitthvað sem var mjög gott og farið í mikla hamingju, þá urðu þeir að tala mál sem samtíminn skildi. Til dæmis í gyðingdómi kemur fram skýrt í Gamla testamentinu og reyndar í kristinni trú líka, að þar dauðanum líkt brúðkaup. Með mjög hamingjusamt tilefni af sjálfsögðu. Og það náttúrulega, ég meina, Gamla testamentið náttúrulega opinberað fyrir Móse opinberað sína trú fyrir eyðimerkurbúum og hann notar það orðalag og það orðfæri sem að hans samtíma menn skildu. Það var brúðkaupið sem var það dásamlegasta augnablik lífsins. Í Íslam er paradís, það er að segja lífinu sem kemur líkt við veislu. Og Múhameð náttúrulega líka að tala við eyðimerkurbúa og hann talar að þeir hvíli á silkihægjendum. Þetta kemur fram í Kóranum, þeir hvíla á silkihægjendum, þeim verða færðir ávextir og svalandi drykkir sem ekki trufla heilastarfsemina og þeim verður þjónað til borðs af ungu fólki. Það sama á við okkar litlu menningarheild hér á Íslandi, íslenskan rétttrúnað fyrr á öldum. Hallgrímur Pétursson orti lífið fyrir svanga, örmagna og illa stadda Íslendinga og segir að klárafinn feiti og mergur með mun þar rétta veitt. Þetta verður svona lífið fyrir handan svona ykkur eilíf torrablót. Kallar hugsun, en
hann að tala mál sem Sér Hallgrímur, eitt mesta skáld Íslandssögunnar, hann að tala mál sem að samtímamenn hans skildu. Í Bahá'í-trúnni ríkidæmi næsta heims nálað við Guð. Það svo einfalt. Og það eitthvað sem að allir munu upplifa væntanlega. Og það það sem við stefnum að í þessu lífi. Þroski í þessum heimi, þetta staður að þessi maður beitir sín eigin vilja til að þroska sál sína. Spurningin að þekka ástvin sína í næsta lífi, þar talar bæði Abdul-Baha og Baha'u'lláh að í þessu lífi munu andlegir ástvinir þekkja hvern annan og leita eininga hverjum öðrum, en svo einingir andlegs eðlis. Og verður ekki skýrð eða útlistuð á okkar tungu. Það annar veruleiki. Og svo ást sem maðurinn hefur borið til annar mun ekki gleymast í þessu ríki og menn mun ekki heldur gleyma því lífi sem við lifðum hér í efnisheiminum. Abdul-Baha líkir því við að fara af neðri hæð hús yfir á efri hæðina. Þú manst allt það sem var á neðri hæðinni. Ríkidæmi næsta heims nálægur Guð, andi mannsins hefur eilíft líf eftir hann leggur frá sér þetta efnislega form og allir geta tekið framförum. Bæði hér og í næsta lífi. Og það sem að mikilvægast í þessu lífi að rækta með sér dygðir sem eru skilningarvit mannsins í næsta heimi. Sókrates segir einastað í bók sem heitir Gorgias, eða reyndar Platon sem leggur Sókrates orð í munn. Sókrates segir tilgangur með þessu lífi að vera góður við aðra. Það ekki flóknara en svo. Enginn þekkir sín eigin endalok, syndarinn á dauðastundinni getur tekið, hversu oft hefur ekki syndarinn á dauðastundinni náð taki á kjarnatúarinnar og drukkið af hinum ódöðlega drykk og tekið flugið til herskan á hæðum. Og hversu oft hefur ekki dyggur átrúandi á stundu uppdyggingar sinnar ummyndað svo að hann hefur fallið niður í neðsta eld. Umhugsunarefni. En Baha'u'lláh segir líka skýrt og greinilega að við eigum ekki að hryggjast á þessum dögum þessu jarðneska sviði hafi hluti sem ganga í gegn óskum okkar, verið ákvarðaðir og birtir af Guði, því að dagar sæluris fagnaðar, himnes, unaðar bíða okkar vissulega. Og hann segir, þetta í töflu til fólksins, ykkur fallegasta tafla Baha'u'lláh, hann segir, ykkur fyrirhugað á honum í þessum heima þeim sem kemur að öðlast hlutdeild í gæðum þeirra, taka þátt í fögnuði þeirra og fá skerf að enduga nærandi náð þeirra. Og til þeirra allra munu þér án efa komast. Og það var það. Ásækja þetta var stuttarlegt og kannski ekki greinlegt, en þetta bara svona. Þakka þér fyrir Eðvarð. Viltu þá bjóða upp á að fólk geti komið með spurningar? Bjóða upp á spurningar. Þá vil ég bíða ykkur að rétta upp hendi þeir sem að þá vil ég bjóða Sigurð Inga Jónsson sérstaklega velkomin, gaman að sjá þig nafni. Og komst hann aðeins seinna inn. En gjörðu svo vel ef einhver vill rétta upp hendi og spyrja. Enginn sem vill ríða á vaðið. Nei. Eða viltu það ekki bara bæta einhverju við sem að þú vilt kannski, Ólafur Eðvarðsson. Gjörðu svo vel.
Já, ég veit ekki af hverju þetta ég hef vel ekkert að spyrja þetta með svona, veist, mikla pælingar sem ég í. Ég hef verið að horfa svo mikið á heimildaþætti einmitt þetta líf eftir dauðann eða fólk sem fær near death experience og komu aftur. Og þau segja oft sko að þegar þau koma aftur þá einhvern veginn svona fara þau rosalega mikið í hugleiðslu og bæn, svona djúpa hugleiðslu til að finna aftur hennan frið að því að þau segja að þau geta ekki alveg fundið hennan sama kærleik eins og þau fundu þegar þau dóu sko en þau geta komist nær honum í þessu lífi og það þessi meðvitund þessi óendanlega meðvitund að vera akkurat hér og nú í hugleiðslu sko Já, ég þetta bara magnað sko, ég langar bara að segja það sko. Þetta var lengi spurning, þetta var svona, jú, kannski að ef við biðjum og hugleiðum daglega, veist, þá getum við alveg kannski fundið fyrir þessum kærleik, ég veit ekki hvað ég spyrjum, það var bara svona pælingar, takk. Jón Börkur, hann var með, gerðu svo vel. Já. Ég tekja mér undir það er akkurat svona pælingar sem maður í eins og Ólafur var að tala og það já, einmitt mjög erfitt með að forma spurningar af því þetta svo alveg gríðarlega magnað og yfirgengilegt efni en það sem að mig langaði til að spyrja með það nú talar við kemur spurningunni einhvern veginn í form nú talar bæði trúum það að okkur beri að nota rökbyggjan okkar við höfum ekki sætt okkur við eitthvað sem trúin boðar nema að það sé skynsemi á bakvið að það er tónninn í því og ég velti fyrir mér sko í þessu gríðarlega flæmi sem að myndi æra óstöðan að reyna að velta fyrir sig hvar endar. Maður ræður ekki eins og við konseptið að það endi hvergi. Þá, hvað er það bætrúni sem að gæti fært rök fyrir því að við þessar pínu litlu líkamlegu verur eða eindir hérna inn í universum að tilgangurinn hérna tilgangur sköpunarinnar í rauninni ef ég skil þetta rétt við þess að Guð skapar okkur og það í rauninni tilgangur við erum frumtilgangur sköpunarinnar ef ég man ekki alveg tilvitnunina ég hef lesið þetta víðar hvernig er þetta að færa rök fyrir þessu? Er það yfir höfuð hægt? Rök fyrir að við séum í rauninni í þessum alheimi sem svo gigantískur að það engin leið að hugsunin manns nái yfir það. Já. En einhvað síður erum við einhvers konar miðlægt afl sem að Guð skapar. Sem á í rauninni að drottna í þessum svo framalega sem að við förum að vilja Guðs. Tilgangurinn. Já, er einhver metafóra sem hjálpar manni til að skilja þetta betur og skilja það, að skynja það? Þessi ekki þinn svar, en svona hugleiðingu þetta? Já, allt í lagi, eða það er annar hérna á undan og glemdur þetta pendi. Ég ætla að hleypa inn samt Steini, gjörðu svo vel. Og hérna, þegar maður fer í gegnum textana, að þá hefur Guð svo marga eiginleika sem að hann vill birta, eins og kærleikinn og allt það, og miskunnsemi. En ef það er enginn til að miskunna sig yfir, þá birtist sá eiginleiki ekki. Og hann hinn gjafmildi, það þarf að vera einhver að taka á móti gjöfum hans. Þannig að hann hefði ekki þurft að skapa þennan efnisheim og okkur ef hann hefði ekki
áhuga á að koma öllum þessum eiginleikum áfram, koma þeim til skila. Þannig að við höfum mjög sérstaka tengingu við skaparann. Hann skapaði okkur af því að hann vill koma öllum þessum gjöfum og yndislegu eiginleikum á framfæri. Án mannsins þá væri það vantarlega ekki hægt. En ég veit ekki, það verður kannski að skapa einhver aðra verur, en við erum sem sagt, maðurinn er tilgangurinn fyrir sköpun efnisheimsins. Án mannsins þá hefði efnisheimurinn engan tilgang. Við erum tilgangur efnisheimsins. Banu og Ívar, gerðu þið svo vel. Já, takk fyrir Edvard, þetta var æðislegt að hlusta á þetta og gaman sjá Óli og Siggi, langt síðan ekki sjá ykkur, rosalega glöð að sjá ykkur bæði. En hérna, vegna fólki sem eru fara í gegnum reynsla þetta klíníska dauðan eða stundum þau fara hinum megin til Guð eða í himnaríki og koma tilbaka á jörðinni. Nefnilega þau sjá ábyggilega hinn lífið allt og fara í gegnum lífið sitt hvernig var á jörðinni. Eins og bara vídeohratt, bara bzzz, og sumir eru nokkra mínútur kannski dauðir og þá endurlífga þeim og þau koma tilbaka. En mig langar bara að nefna að ég var að heyra eitthvað staður eða lesa að þau aldrei hafa sama líf. Lífið þeirra verður ekki alveg eins eins og var áður. Þau hugsa mikið, þau vilja gera betur eða eins og bara breytist lífið þeirra algjörlega. Já, takk fyrir. Ég ætla kannski að benda á að þið getið eins og sumir gera núna, hefur verið að gera hérna síðustu mínúturnar, að þau getur notað þess sem sagt upprétta hendi sem hægt að setja inn á þarna neðst á skjánum. Það var þetta sem sagt staðan fyrir að rétta upp hendina svona bara í mynd sem þið megi alveg gera og líka þetta setja svona upprétta hendi. Já, þetta við augnablik, einhverjir fleiri? Nei, Guðsteinn? Ég vil bara benda á að það til mjög sérstök bók á Íslandi sem sennilega, ég veit ekki, kannski hvergi annars staðar til í heiminum því það svo mikið samband hér á Íslandi við hinn næsta heim. Sko ég geti talað í marga daga við, í samband mitt við hinn andlega heim. Það er margar skemmtilega sögur. En þessi bók, hún heitir Sumarlandið og þar eru fólk sem farið á næsta tilverustig að segja frá öllum ferlinum þegar það fór héðan og yfir á næsta tilverustig. Og þau vilja koma þessum, skilaboðum til okkar. Og þetta eru margir prestar sem hafa komið þarna í gegn. Þetta eru segulbandsupptökur af miðilsfundum. Þetta allt í gegnum miðla. Já, takk. Og margir prestar hafa komið í gegn og hundskammast út í kirkjuna. Þeir eru stofnun sem þeir unnu við og segja að kirkjan sé að segja að við förum hún í gröf og förum svo aftur upp úr gröfin einhvern tíma seinna og nú vita þeir hinum megin, þeir segja það er bara líkaminn sem fer í gröfina, andinn fer ekkert í neina gröf. Það á ekki að vera að kenna slíkt. Já, Margrét. Eddi, takk fyrir frábæran fyrirlestur. Þetta var nú svo mikið efni að ég nú fegin að það til upptaka, þannig að maður geti svona farið aftur yfir þetta og pælt meira í þessu. En þú sagðir eitthvað í byrjun það að ég sá ekki glæruna því ég þurfti aðeins að standa upp.
þú veist að ég er nú svolítið upptekin af líkamanum og tengst líkama og sálar en kannski meira svona út frá þessu tilfinningalega sviði að við vitum náttúrulega líkami og sál svona eins og sálin skilgreind bara svona dagledags í sálfræðin og þess áttar, þá ekki að vera að hugsa sál svona sem andlega veru í þeim skilningi sem að þú varst að skilgreina. Þú sagðir eitthvað svona þá leið ef ég man það rétt að maður skynjaði ekki þennan kærleika eða ástina, þú tókst ástina sem dæmi og við skynjuðum hana ekki í líkamanum. Þannig að ég fekk einhvern veginn þörf á að er ekki einhver munur á svona ást sem við skynjum í líkamanum eins og bara þegar okkur þykir vænt einhverja mannesku eða elskum einhverja mannesku en þú ert að tala einhverja annars konar af ást, er það ekki? Jú, sem við skynjum ekki en hvernig skynjum við hana þá? Ef við skynjum hann ekki gegnum líkamann? Við skynjum hann ekki gegnum líkamann en það er sálin sem skynjar hana. Það er ekki líkaminn í sjálfum sér, hold og blóð sem skynjar ástina, heldur er það sálin sem er hreyfiaflið og inntak líkamans. Þannig að okkur finnst að líkaminn skynji hlutina, það er sálin. Það er sálin sem skynjar ást, fegurð, náttúruna, en það er ekki bara eitthvað annarkvort þegar við skynjum þetta í líkamannu líka, það getur samt verið, ég held að ímynda mér það sé kannski ekki einhver svona skörp skil á milli, ef þú skynjar ástina þá finnur þú fyrir því einhvers staðar í líkamannum, en það er samt ekki bara líkamlegs eðlis, er ekki það sem þú ert að segja? Jú, það er það. Sigurður Ingi fyrirgeðu, varst ekki búinn. Nú kannski að hleypa En má ég hætt aðeins við. Aðeins í framhaldi af umræðinu líka síðasta laugardag, þá var ég að minnast að það að mér finnst oft erfitt, hvar vitum við hvort að einhver reynsla, eitthvað sem ég upplifi, eins og bara ást eða kærleika, hvar er það meira bara, ég má orða þannig svona líkamlegt og hvar er það meira, ég kalla þetta spirituelt, sem sagt svona einhver skynjum sem er ekki efnisleg, ég man ekki alveg hvernig þú orðar það var dálítið gott, það er eitthvað svona í annarri vídd eða öðru sviði, sagðirðu. Og hvernig vitum við þetta? Hvernig veistu það? Að þú ert ekki bara að skynja einhverja líkamlega ást eða einhverja hrifningu, en þetta sé svona á einhverju öðru sviði, sem þá einhverja hærra, andlegra, spirituella. Hvernig veistu það? Vá, hvað ég hlakka til að heyra svarið. Ég veit ekki hvernig ég get svarað þessu. Ég er eiginlega bara endurtaka það sem að Abdul Baha segir þessa hluti, að allt sem að gerist í þessum efnislega heimi, allt sem við skynjum, að það er ekki líkaminn sjálfur. Líkaminn verður náttúrulega fyrir áhrifum, en það er ekki hann prímært sem að skynjar þessar tilfinningar, heldur það sálin. Og það er sálin sem geymir hana. Þetta geymist ekki líkamann, þessar tilfinningar. Sigurður Ingi Jónsson næstur. Gjörðu svo vel. Já, ég vildi bæta við eitthvað. Nei, Sigurður Ingi Jónsson er búinn að bíða. Leyfin að segja. Ef að Sigurður gefur leyfi til því. Gjörðu svo vel, Banu. Takk, Siggi. En ég var að hlusta á Hooper Damber, hann talaði líka næsta líf og svoleiðis. Ég get ekki svarað þetta spurning, Margrét, en til dæmis hann sagði, og það var skemmtilegt að heyra fyrir mig fyrsta sinn, að sálin, til dæmis við sjáum fallegt blóm, sálin sem sér fallega blómið og notar augu
þetta sem í líkamann okkur til að sjá fallega blómið. Og það með ástin hjarta sem finnur ást og það sálin nota þetta að, how you say, pumping in the heart, increase og þegar þú ástfangin eða eitthvað og sér einhver sem þú elskar. Þetta vildi ég bara nefna að sálin notar líkamann til að upplifa þetta tilfinningar. Sigurður Ingi Jónsson, gjörðu svo vel. Já, þetta náttúrulega búið að vera mjög sérstök og skemmtileg umræða og bara svona til þess að nefna það, þá fór ég til læknis daginn og hann sagði við mig, Siggi, hættu nú þessu trasi því að þú átt nú ekki svo langt eftir og og bara miðað við þessa umræðu þá er strax fyrir að hlakka til. Þetta er bara það. En við tókum okkur til á heimilinu einu sinni og við lásum allar þær helgibækur sem að við komumst yfir. Og við leituðum að einu orði og það var orðið sálin. Og hvað segja þessar helgu bækur sálina? Og þær sögðu allar það sama. Þannig að þar fyrst fjallað sálina, alveg fyrir 4000 árum, þá var sagt maðurinn sálin. Þannig að og eftir mína grenslan í öllu þessu, þá engin leið að aðskilja sál og líkama. Því að sálin og líkaminn eru eitt. Þannig að ég held að, Magga, að þetta sé einmitt það. Við getum ekki sagt, þetta sem við sjáum efnislegt eða andlegt, það bæði. Vegna þess að sálin og líkaminn einn samrunni af anda og efni. Og ef við fjarlægjum eins og við sjáum núna, alveg ofboðslega, hvað ég að segja, ef við segjum illsku sem í gangi, að þá það vegna þess að það heilinn eða efnið sem stýrir. Og ég var að hlusta á sérfræðingum heilan til dæmis og hann segir það að heilinn hefur möguleika á 400 billjón datatengingum per sekúnd. Og en maðurinn í dag hefur aðeins möguleika á 3000 meðvitundum í data í heilanum. Þannig að við bara eins og börn á ekki, við erum ekki komin í leikskóla einu sinni til þess að skilja allt þetta. En ég bara hvet alla til þess að tala meira sálina og andan. Ég þakka fyrir mig. Mér langar til að heyra eins frá Margréti. Já. Ég veit ekki hvort ég skilji spurninguna, Magga, áðan. Hvernig upplifir þú þetta? Já, ég kannski bara svona að velta fyrir mér þegar að ég upplifi eitthvað eins og svo ég snúi hjarta mínu að til Guðs eða eitthvað slíkt.
og opni hjarta mitt fyrir því, andlegum boðskap, Baha'u'lláh. Hvernig, já, það sem að ég að velta fyrir mér þá, hvernig veit ég hvort að ég sé bara að ímynda mér eitthvað, þetta sé bara eitthvað svona tilfinningaflipp hjá mér, eða hvort þetta sé virkilega einhver reynsla eða upplifun sem handan einhvers tilfinningalegs eðlis. Sem sagt, ég alltaf að velta þessu fyrir mér, hvað svona, eins og maður myndi segja, svona tilfinningaleg reynsla og hvað andleg, sem sagt spiritual reynsla. Og já, kannski þetta bara vitlaus að vera, já, pæla eitthvað í þessu. En það eitthvað munur að vera þar á milli, og eru tilfinningalega reynslu. Það ekki bara andlega reynslu? Já. Jú, það gæti verið líka, en það gæti verið líka. Maður þarf, já, eins og ég segi, mér datt allt í einu, kannski bara vitlaus að vera, pæla eitthvað í þessu, kannski allt gott sem að maður upplifir, svona samkvæmt viðmiðum trúarkenninga, en þá eru náttúrulega aðrir, til dæmis eins og öfgasinnar, þeir myndu bara segja, þeir myndu segja, já, þetta bara trúarleg upplifun eða eitthvað slíkt. Þannig að það svona þetta sem að ég hvað segir okkur að hvernig vitum við? Hvernig veit ég betur að þetta trúarleg upplifun hjá mér, eitthvað spirituált sem að sannleikur, en ekki kannski hjá einhverjum öfgakenndum múslima sem að telur að ofbeldisverk séu líka eitthvað trúarlegt. Við þurfum ekki einu sinni að ganga alveg svo langt. Við getum bara tekið eitthvað svona saklausara dæmi. Banu og Ívar. Já, við erum með ennþá upprétta hendi, sko. Það? Já. Nei. Það tekur það bara af. Já, ég ekki búin að taka af. Afsakið. En klukkan orðin 5 og það barn sem þarnast... Já, klukkan akkurat orðin 5. Já. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir. Þetta var mjög gaman að sjá ykkur og heyra. Já. Já, Eðvarð, ég vil líka þakka þér kærlega fyrir frábært erindi og ykkur öllum fyrir þáttökuna og nefna það að næsta laugardag mun Inga Dan verða með erindi sem hún kallar Ég og trúin. Ég og trúin. Já, það verður ábyggilega spennandi líka. Ég og trúin. Gjörðu þið svo, já, þakka ykkur kærlega fyrir og verðið sæl. Góða helgi. Takk fyrir. Takk. Bye. Bless.